Fyrsta gos sem ég man til var Katla 1918 og það eingöngu öskufall. Ég var austur í Vopnafirði en það dimmdi í dag mjög í sveitinu og þetta mjög minnisstætt þegar fór að dimma á miðjum degi. Sá sem hér sagði frá var auðvitað Sigurður Þórðarson jarðfræðingur og fyrsti prófessor við Háskóla Íslands í þeirri grein. Sigurður var mjög fjölhæfur maður og kom víða við á lífsleiðinni sem vísindamaður og rithöfundur, vísnaskáld og vísnasöngvari, fararstjóri, kennari og svo mætti lengi telja og sem örlagavaldur í lífi manna margra og baráttumaður fyrir ýmsum málefnum. Lengst verður Sigurðar samt minnst fyrir gjóskularannsóknir sínar en á því sviði var hann brautryðjandi í heiminum. Hann bjó til nýja vísindagrein og bar hana fram til sigurs í veröld vísindanna. Sigurður fæddist á Hofi í Vopnafirði árið 1912. 1875 þá gaus Askja þessu stóra gosi á páskunum sem lagði nokkur hluta af Austurlandi í auðn, Efri Jökuldal og Jökuldalsheiðina. Þá bjó afi minn á Fossgerði inn á Jökuldal inn sem nú heitir Stuðlafoss og þeir flúðu flestir bændurnir þarna úr sveitinni. Þetta var algjörlegt jarðbanni út af þessari hvítu auðn en afi minn varð að bíða því amma minn átti von á barni og það fæddist hann í þessari hvítu auðn og varð að bíða þannig að hægt var að bera það í poka yfir heiðar og niður í Vopnafjörð og þar ílendist afi minn og ég fæddist það ólst upp þar á Teigi í Vopnafirði þar sem hann bjó. Sigurður var sendur í skóla á Akureyri þaðan sem hann lauk stúdentsprófi vorið 1931. Kristján Eldjárn var samtíða Sigurði í skóla og sagði að hann hefði þótt undrapiltur af gáfum og námshæfileikum, yngstur í sínum bekk og ekki risavaxinn en flugskarpur. Náttúrufræðikennari Pálmi Hannesson átti mestan þátt í að kveikja áhuga Sigurðar á jarðfræðinni. Haustið 1931 hóf Sigurður jarðfræðinám í Kaupmannahöfn en flutti sig árið eftir til Stokkhólms. Þar voru þó ýmsir heimsfrægir jarð- og landfræðingar sem höfðu mjög mótandi áhrif á hinn unga Sigurð. Einn þeirra var Lennart von Post, frumkvöðull nútíma frjógreiningar sem stendur hérna lengst til hægri. En meðal hinna yngri kennara hans var Hans Almann, jöklafræðingur, sem Sigurður átti eftir að starfa með um langt árabil. Sennilega hefði Sigurður unnað glaður í Stokkhólmi næstu árin ef íslensk náttúruöfl hefði ekki gripið í taumana með Grímsvatnagosi og Skeiðarárhlaupi. Sigurður hafði þá lokið 3 árum í jarð- og landfræðinámi þegar hann las í Stokkhólmsblaði að gos færu upp í Grímsvötnum. Hann tók fyrstu skipsferð heim frá Kaupmannahöfn og hélt þegar austur á Skeiðarársand ásamt Pálma Hannessyni og fleirum. Og nú varð ekki aftur snúið. Þessi ferð markaði upphaf rannsóknarferil Sigurðar. Hér hófust viðskipti hans við Grímsvötn og Vatnajökul sem átti eftir að endast alla ævi. Efst á baugi þetta sumar voru þó íslensku mýrarnar og sú saga loftslags og gróðurfars sem þær geyma, en brátt tók öskulögin hug hans allan. 2. júní þetta örlagaríka sumar reið mikill jarðskjálfti við Norðurland, Dalvíkurskjálftinn. Sigurður var þá á Akureyri og sneri sig þegar að því að rannsaka áhrif skjálftans. Sumarið safnaði hann gögnum styrk skjálftans og birti niðurstöðurnar í fyrstu vísindagrein sinni í erlendu tímariti, þá var hann 22 ára. Seinna vann hann ásamt öðrum að því að skipta landinu í áhættusvæði vegna jarðskjálfta, en fyrsta niðurstaða öskulaga-rannsóknar Sigurðar birtist 1940 á korti sem sýnir útbreiðslu 3 öskulaga á Norðausturlandi. Það er sagt að Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur, hafi fyrstur manni í heiminum skilið réttum skilningi eðli jökla og skriðjökla. Það hefur verið fyrir einum 200 árum. Síðan er jöklafræðin orðið máttug vísindagrein, en gátan eðli ísalda heldur áfram að herja á hugi fræðimanna. Samband veðurfars og jökla skiptir miklu máli í sambandi við þá gátu. Vatnajökull er mesti jökull Evrópu og vel til rannsókna af þessu tagi fallinn. Sumarið 1936 efndu Jón Eyþórsson veðurfræðingur og Hans Almann, kennari Sigurðar Þórðarsonar, til 3 ára sænsk-íslensk rannsóknarverkefnis á Vatnajökli, þar sem mæla skildi afkomu austurhluta hans. Það er að segja mismunun á ákomu vetrarins og leysingu sumarsins. En án slíkra vitneskju er ómögulegt að skilja til hítar hegðun jökla og hreyfingar. Afkomumælingar sænsk-íslenska leiðangursins beindust að austurhluta Vatnajökuls, einhver hér að Hoffellsjökli og upptakasvæði hans. Skeiðarárhlaupi 1934 hafði orðið til að vekja áhuga Sigurðar Þórðarsonar
á Vatnajökli, enda urðu jöklarannsóknir meðal aðal rannsóknarverkefna hans upp frá því. Sigurður tók þátt í leiðangrunum 1936 og hélt rannsóknunum áfram næstu 2 sumur, 1937 og 8, með góðri aðstoð heimamanna sem fylgdust með neðri hluta Hoffellsjökuls. Fyrsta sumarið höfðu leiðangursmenn hundarsleða til að létta sér ferðir jökulinn. Þrátt fyrir langa dvöl á Vatnajökli sumrin 1936–38 og könnun 2 stórra skeiðarárhlaupa kom Sigurður Þórarinsson ekki í Grímsvötn fyrr en 10 árum seinna, í ágústmánuði 1946. Það veri leiðangur undir stjórn Steinþórs Sigurðssonar, framkvæmdastjóra rannsóknaráðs, þar sem í fyrsta sinn var farið Vatnajökul á vélsleða. Árni Stefánsson kvikmyndaði leiðangurinn, en aðri leiðangursmenn voru Einar B. Pálsson, Einar Sæmundsson og Egill Kristbjörnsson. Veturinn og undan hafði Sigurður safnað heimildum Grímsvötn og gos í Vatnajökli og einkum stefnu á gosmekkjur byggð með það fyrir augum að staðsetja hinar ýmsu eldstöðvar. Það varð upphafið að bók hans sögu skeiðarárhlaupa á Grímsvatnagosa sem kom út 1974. Þótt á ýmsu gengi markaði þessi ferð upphaf nútíma ferðahátta jökla landsins, enda fóru leiðangursmenn hratt yfir og afköstuðu miklu á 2 sólarhringum. Á öðrum degi fóru leiðangursmenn í Kverkfjöll, þar sem mikið jarðhitasvæði. En undir Grímsvötnum þó miklu öflugra jarðhitasvæði sem bræðir jökulísinn sem skríður niður í Grímsvatnalægðina. Í Grímsvötnum eiga skeiðarárhlaup uppruna sinn, en löngum voru hugmyndir á reiki orsakasamband hlaupanna og eldgosa í Grímsvötnum. Í leiðangrinum 1946 var meðal annars mæld stærð þess svæði sem hallar inn að Grímsvatnalægðinni og ákoma þess. Í mars 1952 flutti Sigurður svo fyrirlestur Grímsvötn í breska jöklarannsóknarfélaginu í Cambridge, þar sem hann gerði grein fyrir nýjum hugmyndum sem skýrðu samband skeiðarárhlaupa og Grímsvatnagosa og nú eru almennt viðurkenndar. Eftir að Jón Eyþórsson hafði stofnað Jöklarannsóknarfélag Íslands 1950 og Guðmundur Jónasson fundið Hofsvað á Tungná sama ár, jókst mjög mannaferð á Vatnajökul. Frá árinu 1953 var farinn árlegur leiðangur í Grímsvötn, oftast undir stjórn Sigurðar Þórarinssonar meðan hans naut við. Magnús Jóhannsson, útvarpsvirki og kvikmyndagerðarmaður, var þáttakandi í flestum þessu leiðangrum, kvikmyndaði marga þeirra og stjórnaði sumum í forföllum Sigurðar. Markmið leiðangranna var fyrst og fremst að mæla afkomu jökulsins með gryfjum og borunum
en jafnframt voru eðliseiginleikar íssins mældir, hiti, eðlisþyngd og svo framvegis. María, 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 María. Ofarlega mér í sinni María, María, að það var fagurt í Þórsmörkinni María, María. Birkið ilmaði, allt var hljótt, yfir oss kveldi stjörnunótt. María, 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 María. Í afmælisgreinum Sigurð 70 sagði Helgi Björnsson jöklafræðingur meðal annars: Á Vatnajökli hefur hann dvalist meira en nokkur annar, ferðast þar á hestum, hundasleðum, skíðum og snjóbílum, flogið ótal könnunarferðir yfir jöklana og lent þar bæði í flugvél og þyrlu. Þær rannsóknarferðir á Vatnajökul sem hann hefur stjórnað eru komnar á annan tug og hvergi mun hann betur una og hvergi Sigurður kátari en með jöklamönnum. Trottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Síðan ætl ég að sofa hjá þér, María, María. Svo örkum við saman vorð æviver. Og þess má loks geta að þið fræga Þórsmerkurljóð Sigurðar var einmitt til í Grímsvötnum skömmu fyrir 1960. Afkomurannsókn sænsk-íslenska leiðangursins 1936-38 er sennilega samfelldasta og ítarlegasta rannsókn í jöklafræði sem menn hefur verið unnin hér á landi alveg fram á síðustu ár. Svo fór að Sigurður og Alman skrifuðu saman 9 ritgerðir niðurstöður þessara rannsókna og enn er vitnað til sumra þeirra nú 50 árum síðar. Að auki notaði Sigurður Þórarinsson þetta efni í fyrrihluta ritgerð sína í Stokkhólmi og áður en yfir lauk hafði hann skrifað meira en 50 ritgerðir jöklafræði. Þá var öldun önnur Gaukur bjó í stöng, þá var ei til steinastaða leiðin löng, segir í gömlu vísubroti. Og víst það að á söguöld hefur verið blómlegra að litast í þessum eyði dal en nú er, því vitað að minnstakosti 15 rústir sögualdar bæja í dalnum. Gauk Trandilsson er fátt annað vitað en það sem Íslendingabók segir að hann hafi verið í 3. eða 4. lið af landnámsmönnum hér slóðir sem var Þorbjörn Laxakarl og nam land hér utarlega í dalnum 890 og þar sem Njála nefnir hann að hann hafi fallið fyrir hendi fóstbróður síns Ásgríms Elliðagrímssonar. Þá má ráða af einni setningu í fornu handriti að til hafi verið af honum sérstök saga en hún er týnd. Þessi mikla gryfja er verk ungra eldhuga af Þjóðminjasafninu Reykjavík sem eru hér að halda áfram þeim viðamikla fornleifauppgreftri sem að Åge Rosell í Danmörku og Kristján Eldjárn gerðu hér á Stöng árið 1939. En á sama tíma gróf Matthías Þórðarson upp kirkjugarðinn á Skeljastöðum. Upp úr honum komu 66 beinagrindur sem Jón Steffensen prófessor rannsakaði. Niðurstöður hans voru sannast sagt mjög undarlegar því samkvæmt þeim hafa Þjórsárdælir fremur líkst neanderdalsmönnum en horskum víkingum. Þeir voru frammyntir og skögultendir, lágfættir, hokknir og mjaðmabreiðir. Rannsóknirnar 1939 áttu meðal annars að svara þeim spurningum hvenær dalurinn neyddist og hvað olli því hann fór í auðn. Í veggnum sjáum við öskulagarsnið. Efst er Hekla 1970, þá Hekla 1947, Katla 1918, Hekla 1766, þetta þykka grófa lag hér, og þetta þunna dökka lag er Hekla 1693. En grófu ljósi vikurinn sem hér er undir er Hekla 1 eða Hekla 1104. Sá vikur liggur hér upp að þessari hleðslu sem við sjáum hér, en undir henni er landnámslagið óhreyft. Það lag féll í kringu 900, svo við sjáum að veggurinn hann hefur verið byggður rétt eftir það ár. Í stríðsbyrjun var Sigurður innlyksa í Svíþjóð. Hann naut þá leiðsagnar Jóns Helgasonar og Jakobs Benediktssonar við heimildakönnun í dönskum og sænsku bókasöfnum og lærði að meta sanngildi mismunandi heimilda. Doktorsritgerð Sigurðar markaði upphaf nýrrar vísindagreinar, gjóskutímatalsfræði, sem náð hefur sífellt meir útbreiðslu.
Sumarið 1939 gróf Sigurður Þórarinsson fjöldamörg öskulaga snið eins og þetta hér í Búrfellshálsi, í Þjórsárdal og í kring til að átta sig á útbreiðslu ýmissa öskulaga og mestan áhuga hafði hann á þessu hérna ljósalagi. Í þessu sniði sjáum við tvö gróf öskulag hérna efst sem er Hekla frá 1766 og 1693. Þetta þunna dökkalag hérna, það er frá 1485 Kötlu. Þetta gráa er Hekla 1300. Þetta stóra ljósa hér er Hekla 1104. Dökkalagi hérna niðri er Katla 1000 og tvískiptalagi hérna neðst er landnámslagið frá því 900. Þykka ljósalagi sem við sáum hér og ofan á rústunum á Stöng hafði Sigurður kortlagt allt norður- og austurland og talið vera frá stórgosi í Heklu árið 1300. Seinna kom þó í ljós að lagið var frá Heklugosi 1104 og að gjóskan frá 1300 gosinu lenti að mestu austan við Þjórsárdal. En nú tókum við önnur mál og mikilvægari því Sigurður kvæntist gáfari og fallegri stúlku, Ingu Backlund, og settist það í Stokkhólm hríð. Í febrúar 1945 kom Sigurður heim með skipalest frá Bretlandi og fekk fyrst í stað starf sem sérfræðingur á atvinnudeild Háskólans og hjá Rannsóknaráði ríkisins, en framkvæmdastjóri þess var þá Steinþór Sigurðsson. Þessar stofnanir voru þá til húsa í jarðfræðihúsi Háskólans. Þeir Sigurður og Steinþór störfuðu saman að ýmsum jökla- og eldfjallarannsóknum Steinþór fórst við Heklu haustið 1947 við gerð þeirra mynda sem við nú sjáum og hann tók ásamt Árna Stefánssyni. Kvikmynd þeirra Steinþórs og Árna var næsta einstæð á sinni tíð og Sigurður Þórarinsson sýndi hana víðum heim á næstu árum. Sigurður taldi jafnan þetta gos mikilfenglegast og lærdómsríkast þeirra 7 eldgosa sem hann varð vitni að hér á landi. Heklugosi 1947–48 markaði að ýmsu leyti tímamót í íslenskum eldfjallafræði rannsóknum og var jarðvísindamönnum mikill fróðleiksbrunnur, enda varaði það í 13 mánuði, þannig að tími gafst til margvíslegra athugana og tilrauna. Eldfjallagasi var safnað úr glóandi hraunbráðinni til að efnagreina það. Efnasamsetning hraunsins var greind og segja þess og fleiri eiginleikar voru mældir. Undir lok gossins fór koltvísýringur að streyma upp úr jörðinni, ósýnileg og lyktarlaus lofttegund sem vegna eðlisþyngdar sinnar settist í lægðir eins og vatn og kæfði dýr og fugla. Og reyndar eld líka eins og Sigurður Þórarinsson sýnir hér fram á, en Trausti Einarsson prófessor fylgist með. Hér sést Trausti Ólafsson, efnafræðingur, greina samsetningu eiturgassins og Guðmundur Kjartansson, jarðfræðingur, gera hitamælingu. Sigurður Þórarinsson kom vel undirbúinn til þessa leiks eftir öskulaga rannsóknir sínar á Norðurlandi og í Þjórsárdal. Enda lærði hann mikið af Heklugosinu sem efldi hann til nýrra átaka í gjóskulagafræðinni. Í Heklugosinu 1947–8 var ljóst að öskufall í hverju gosi er mjög skammætt og öskugeirin þar af leiðandi stefnubundin. Gjóskan 1947 barst til suðurs yfir Fljótshlíð. Sigurður hafði talið eldgosi í Heklu árið 1300 það veitt Þjórsárdal. Það byggði hann á svohljóðandi lýsingu lögmanns Annála.
Elds uppkoma í Heklufelli með svo miklu afli að fjallið rifnaði svo að sjást mun mega meðan Ísland er byggt. Í þeim eldi léku laus björg stór sem kol á afli, svo að af þeirri samkomu urðu brestir svo stórir að heyrði norður land og víða annar staðar. En mikið öskufall varð á Norðurlandi. Nú kom í ljós að gjóskan mikla árið 1300 hafði lent austan við Þjórsárdal, en dalurinn hins vegar eyðst í ennþá stærra gosi árið 1104 sem ekki fékk meiri umsögn í annálum en þessa, Elds uppkoma hinn fyrsta í Heklufelli. Sigurður kannaði sjálfur og sýndi fram á eyðingu byggðar af völdum 3 stórgosa, Heklu 1104, Öræfajökuls 1362 og Öskju 1875. Á 100 ára afmæli Öskjugossins átti Eiður Guðnason viðtal við Sigurð. Þetta var stutt gos. Það byrjaði að kvöldi, eða sást aðalega til þess að kvöldi 20. og 8. þá reis sást frá Jökuldal að það reis upp mikil mökkur upp frá Dyngjufjöllum og 3:30 nóttina þá dimmdi af öskufalli á Austurlandi og skíðan var að heita mátti dimmt fram til hádegisdaginn eftir, en þá er gosið eiginlega búið. Þetta hefur verið bara svona hvellur? Og já, það má segja það. Þetta var sprengigos, öskugos og varaði svona stutt og þess vegna er öskugeirinn tiltölulega mjór. Vindur náði ekki að snúa mikið. Vindáttin ofarlegir loftlögum sem bar öskuna, hún var frá vestri og þetta barst til austurs eins og sést á þessu korti. Það þekur, þessi öskugeiri, hann þekur 10. hluta af Íslandi. Það er að segja 10.000 ferkílómetra, en á þetta svæði á landi féllu 800 milljónir teningsmetra. Það fór að falla aska vestast í Skandinavíu að kvöldi annars páskadags og daginn eftir hádegi þá fer aska falla allarleið austur í Stokkhólmi. Það var það mikið öskufall þar að dökkar yfirhafnir urðu gráar, það var mikið skrifað þetta, þetta vakti mikla undrun, það settist það mikil fín aska á glerið í gasluktunum í bænum að það dimmdi dálítið af þessu. Svíar hafa ekkert vitað hvaðan á sig stóð veðrið? Nei, það var nú það, þetta samböndin voru nú ekki eins og fjölmiðlarnir voru nú ekki komnir í ganga eins og nú. Það var ekki fyrir en póstskip Díana kom til Kaupmannahafnar 3 vikum síðar en með vissu raunverulega hvað var að gerast. Sigurður Þórarinsson var annálaður fyrir heppni sína við rannsóknir og ein slík heppnissaga er hérðan frá Felli í Mýrdal, þar sem að áin Klifandi er að naga burt hinn gamla bæ séra Jón Steingrímssonar síðar eldprests. Í sniðunni hérna sjáum við dökkt öskulag þykkt sem kallaði núna Sólheimajökulslagi 1357. Það liggur hér ofan á mannvistarleifum og það hefur verið sýnt fram á það að Sólheimasandur myndaðist í þessu gosi. Sigurður kom hingað austur með vini sínum Einari bónda á Skammaldalshóli og byrjaði að róta hér með hníf undir lagið og kom þá út með saumnál. Síðan hefur nú ekki verið grafið hér enda engar aðrar mannvistarleifar eða fornminjar fundist. Löngu seinna tókst að ákvarða aldur þessa lags þannig að öskulagi frá Öræfajökli 1362 var rakið vestur yfir Mýrdalssand árið 1974 og reyndist þá liggja rétt ofan á þessu lagi hér. Í annálum er sagt að það hafi vorið gos í Sólheimajökli 1357, þannig að þetta lag er þá frá þeim tíma. Í janúar 1947 var Sigurður skipaður einn af forstöðumönnum Náttúrugripasafnsins sem þá verið í safnahúsinu við Hverfisgötu. Á safninu var starfsvettvangur Sigurður í 21 ár,
þar til hann gerist prófessor við háskólan haustið 1968. Þetta voru að mörgu leyti hans bestu ár sem vísindamanns og rannsóknar aðstaða ákjósanleg í hinu nýja húsnæði Vilhelmtorg, þar sem safnið er nú. Múlakvísl hljóp árið 1955 og töldu ýmsir að smágos í Kötlu hefði valdið hlaupinu. Þetta hlaup var til þess að Sigurður Þórarinsson fór að rannsaka gossögu Kötlu og lauk því verki árið 1975 með grein í árbók ferðafélagsins. Öskulaga tímatal Kötlu er sérstaklega vandasamt vegna þess að öll öskulögin eru hvert öðru lík, þau eru öll svört og þau tengjast ekki neinum öðrum þekktum öskulögum. Þau eru einangruð af söndum bæði austan og vestanverðu. Það var ekki fyrir 1974 sem loksins tókst að tengja þessa syrpu við þekkt öskulög. Það var þegar tókst að rekja Öræfajökulslægið 1362 vestur við Mýrdalssand, þar sem það liggur ofan á þykkri Kötluösku sem nú að vitað er frá 1357. Oft er að því spurt hvort að Katla sé ekki komin yfir tímann sinn. Því er til að svara að þótt hún hafi 3 síðustu aldirnar gosið skömmu upp úr miðri öld, 1660, 1755, 1860, þá er þetta engin einhlít regla og vera má að hún hafi eitthvað létt á sér 25. júní 1955. En þá kom snögglega hlaup í Sandvatnið, sem við sjáum þarna, tók að Múlakvíslabrúna klukkan 21. Sjáum jakan þarna hinum megin. Hálfum öðrum tíma síðar hafði hlaup í Skálm einangrað alltaf verið. En hlaupið var þegar nóttina og mesta reynsli varð aðeins 3000 tennismetrar á sekundu. Upp á Kötlusvæðinu, þar sem raun voru 4 menn að vinna, mynduðust 2 ketilsig skammt upp á Jökulfossinu, þið sjáuð annað þarna upp af sprungunum. Þessi ketilsig voru umkringd hringlaga sprungum og það syðra og stærra sem við sjáum hér var 80 metra djúpt og 1 kílómetri þvermál. Vera má að þarna voru smágos undir, en ósköp hefur það nú verið auðvirðilegt miðað við venjuleg Kötlugos. Snemma morgun sem 14. november 1963 hófst neðansjávargos 14 sjómílur suð-suðvestur af Heimaey, þar sem áður var 130 metra dýpi. Gosið var mikilfenglegt úr eyjum að sjá og ægifagurt í nærsýn. Gufubólstrar hnykluðust hátt á loft og upp úr sjónum skaut svörtum trjónum gjalls og ösku. Aðfaranótt 15. novembers fæddist svo eyja sem síðar hlaut nafnið Surtsey. Eldeyjan nýja var í fyrstu aflangur hryggur 500 metra langur og klofinn að endi löngu. En eftir hálfan mánuð var eyjan orðin nær hringlaga 800 metra í þvermál og 100 metra há, hlaðin upp eingöngu úr gjalli og hraunkúlum. Gígurinn var þá á löngum síðar, opinn mót suðri og sjór flæddi inn í hann, en sprengi gos í honum með þeim hætti sem einkennandi er fyrir neðansjávargos. Í einum af söngum Sigurðar koma fram spárun Surtseyjargosi sem ekki reyndust ganga eftir. Hann sá ástæðu til að gera bragarbót. Reynsla er það ömurleg, aðra hefði ég kosið, að verða eta onni í sig allar spárum gosið. Endir sögu Syrtlings er sumars eftir starfan, að í stormi í október algjörlega hvarfan. En annar fæddist afspringur, oft við jól sá kendur, svipaður og Syrtlingur og sama marki brendur, að hann tótt löngum hamaðist, hraunstjöld aldrei bar hann, þoldi ei hjá ægi vist, úr ösku og gjalli var hann. Nú eru synir lagstir látt, lokið þeirra spíu, en Surtur annan hefur hátt, hann rífur kjafta nýju. Sigurður Þórarinsson var jafnan í miklum metum meðal erlendra og ekki síst norrænna jarðfræðinga. Hér sést hann í ræðustóli 1974 við stofnun norrænu eldfjallarstöðvarinnar sem hann átti verulegan þátt í. Sem háskólakennara var Sigurður mjög í mun að innræta nemendur sínu vísindaleg hugsun. Vísindi eru list hins mælanlega og eins og Kelvin Lágurður sagði, þá er kunstinn sú að mæla það sem mælanlegt er en gera það mælanlegt sem virðist ekki vera það.
Í einni á námsferðum sínum Suðurland með nemendur Háskóla Íslands lét Sigurður menn gera tölfræðilega úttekt á stærð og lögun stuðlana hér á Kirkjugólfi og Síðu. Fræðilega séð ættu þeir allir að vera 6 strendir. 1065 stuðlar voru mældir og niðurstaðan var sú að algengastu þvermál þeirra er 25 cm, 6 strendir og 5 strendur stuðlar eru algengastir, 7 og ferstrendir miklu sjaldgæfari, en fáeinu stuðlar eru 8 strendir. Öllum að óvörum hófst gos í Heklu að kvöldi 5. maí 1970 eftir aðeins 22 ára goshlé. Óvænt var einnig að gosið hófst við rætur Hekluhryggs að suðvestan en ekki á háhryggnum. Næstum samtímis hófst gos vestan í fjallinu og klukkustund síðar brutust eldar út við Stjólkvíar norðaustan í Hekluhryggnum. Já, ef þetta getur ekki hresman þá veit ég ekki hvað gerir það. Að vera komið svona í návígi við Hekluelda nýju þó að megin nú deilum það hvort á að kalla þetta Hekluelda því að utan í Heklu það. Hraunið rennur hraðast svona í miðju, þetta fer fram tunga eða lag sem er svona 2 metra þykkt glóandi og svo veltur þetta alltaf lagið ofan og veltur fram yfir sig og svo leggst hraunið yfir þetta svo það verður gjall undir og gjall ofan og það er mjög dæmigert fyrir hraun og af þessu kemur oft lagskiptingin einmitt í fjöllunum að maður hefur gjallag og svo þéttalagið á milli og það er talsverður hraði á þessu. Já, mældu þið hvað það rann? Við vorum að reyna að mæla það áðan, já, það var eitthvað það bil 3 metrar á mínútunni. Það þýðir hvað í kílómetrin á 4 tímum. Í janúar 1973 braust út gos í Heimaey. Með Heklugosinu 1947-8 varð Sigurður helsti eldfjallafræðingur þjóðarinnar, enda missti hann ekki af eldgosi hér á landi upp frá því, þrátt fyrir tíðarferðir til útlanda. Fréttamönnum þóttu gott að leita til hans, því hjá honum komu þeir aldrei að tómum kofanum. Já, ég hygg eins og það var í gær, hefði það haldið áfram einn dag til eins og það var í gær, þá væri saga hafnarinnar líkindum öll. En má kannski vænta þetta er orðið svo langt núna að þó kemur önnur hrina þá færi það hægara og ég tel að ennþá sé, ef að gosið verður ekki því lengra þá sé ennþá vonum höfnina þó ekkert sett að segja það með vissu. Síðasta gos sem Sigurður rannsakaði voru Kröflueldar. Árið 1983 var 200 ára afmæli Skaftarelda, mest á mannskæðasta eldgos Íslandssögunnar. 2 árum áður var hópur vísinda og fræðimanna með Sigurði Broddi fylkingar, farin að undirbúa yfirlitsbók gosið og afleiðingar þess. Í tilefni af væntanlegu gosafmæli gerði sjónvarpið þátt Skaftarelda. Fyrstu vikurnar sem að lakaði ég að gusu og þá gaus aðeins syðri sprungan sem er eitthvað 11 kilometrar og ef maður tekur 50 fyrstu dagana þangað til að séra Jón hélt sína frægu eldmessu 20. júlí og stöðvaði eldinn. Þá hefur runnið frá þessum gígum að meðaltali 5.000 teningsmetrar á sekundu. Það er altså 40 sinnum meðalreynsli í Þjórsá eða Ölfusá. Og við skulum Kröflueldar svona þegar þeir eru að byrja það er svona eins og stóra á kannski 2 Þjórsá svo þetta. Og það er ekki nema rétt fyrsta daginn. Þetta er meðaltal fyrir svona langan tíma. Og líklega hefur það fyrstu dagana verið mörgum sinnum meira. Svoleiðis að ég held að sé óhætt að segja að það hafi í byrjun verið 100 sinnum meira heldur en það sem við mest sér í Kröflu. Og eru við nokkuð vita hve margir gígar gusu í einu þegar fyrsta? Nei, það er aðeins séra Jón nefnir á einu stað það þegar fóru hér upp og sá eitthvað við minnum 20 elda í einu hér í Varmárdal sem var hérna fyrir áður en hraunið rann. Það er nú orðið farið að verða erfiðar að tala einstök eldfjöll á Íslandi, hvað þau eru mörg þegar maður spurður að því að nú er farið að tala sprungukerfi sem eru af nokkrum mismunandi gerðum. Það eru kannski dæmigerðast Kröflusveimurinn þar sem er bæði megineldstöð í miðjunni og sprungukerfi út frá.
og sumstaðar er það aðeins sprungukerfi eins og hér. Það er ekki vitað að þetta sé tengt neinni megin eldstöð þó að menn hafi látið sér þetta til hugar jafnvel að kvikan hér sé komin úr Grímsvötnum og síðan hafi sigið þar myndast þessi stóri sigketill þegar þetta kom upp hér. Því hefur verið haldið fram á prenti en það er óvíst. En aðaláhugaefni hans í sambandi við Skaftárelda var gasútstreymið sem var gríðarlegt og hafði áhrif á veðurfar á norðurhveli jarðar í 2 ár. Mörg síðustu ár ævinnar fór Sigurður víða og safnaði samtíma heimildum á söfnum í Evrópu og Ameríku, úr dagblöðum og tímaritum, eldreykjarmóðuna og veðurfarið og hugmyndir manna þessi efni. En allt þetta er núna mjög til umræðu í sambandi við gróðurhúsaáhrif og áhrif eldgosa á veðurfar. Skaftafell er ein sérstæðasta náttúruperla Íslands þar sem skógurinn mætir jöklinum og svörtum sandi. Árið 1968 var hér stofnaður þjóðgarður og hugmyndan átti Sigurður Þórarinsson. Reyndar má telja Sigurð upphafsmann nútíma náttúruverndar á Íslandi með útvarpserindi sem hann flutti árið 1949 og mikla athygli vakti. Við höfum stiklað á stóru í lífi og starfi Sigurðar Þórarinssonar en lagt megin áherslu á vísindastörf hans. Sigurður var fyrst og fremst vísindamaður og háskólansmaður en við höfum ekki nefnt mörg þau störf hans sem gerðu hann þó að einum vinsælasta og virtasta manni sinna þjóðar. Svífur yfir Esjunni sólroðið ský, sindra vestur gluggar sem brenni í húsunum, við mjúk stríkur vangana vorgolan hlý, vaknar ástarþráin í brjóstum á ný. Á miðju stræti er kona ung og heit, keyra rúntinn piltar sem í stelpuleit. Akrafjall og Skarðsheiði eins og fjólubláir draumar, ekkert er fer